Við byrjuðum að vinna að rannsóknum á erfðum gláku í kringum árið 2000. Þegar við byrjum þá var vel þekkt að gláka hefði sterkan erfðaþátt. Nánir ættingjar glákusjúklinga voru í þrefaldri áhættu á að greinast með gláku sjálfir. Hins vegar var á þeim tíma lítið vitað hvaða erfðabreytileikar voru sem juku áhættuna á gláku. Það er svo í kringum árið 2006 að við förum að taka upp nýjar aðferðir við rannsóknir á erfðamenginu sem gera okkur kleift að rannsaka mjög stóran fjölda af erfðabreytileikum samtímis og skoða tengsl þeirra við áhættuna á hinum og þessum sjúkdómum. Þegar við beittum þessum aðferðum á gláku þá kom í ljós að það var erfðabreytileiki á litningi 15 nálægt geni sem heitir LOXL1 sem var marktækt algengari í glákusjúklingum heldur en samanburðarhópnum. Þetta var tiltölulega algengur breytanleiki sem að jók áhættuna umtalsvert, þar að segja í arfhreinum einstaklingum, þeim sem hafa erft breytanleikan frá báðum foreldrum, þá var áhættan fjórföld á því að greinast með gláku borið saman við einstaklinga sem ekki voru með breytanleikan. Við staðfestum þessar niðurstöður með því að skoða einstaklinga frá Svíþjóð og þar, líkt og á Íslandi, var marktæk áhættuaukning í þeim hópi sem var með breytanleikan borið saman við þá sem voru ekki með hann. Nánari rannsóknir sýndu reyndar að þessi breytanleiki var tengdur við ákveðna undirtegunda gláku, svo kallaða flögnunargláku, en einstaklingar sem voru arfhreinir fyrir breytanleikanum þeir voru í yfir 10-faldri áhættu á að greinast með þá tegund af gláku. Hins vegar hafði breytanleikin engin áhrif á almenna tegund af gleiðhorfna gláku. Það kom reyndar síðan í ljós að þessi saga var eitthvað flóknari en við héldum í upphafi. Því að var að ræða 2 breytanleika, báða staðsetta í fyrstu tjáröð gensins LOXL1 sem hvor sig jók áhættuna á flögnunar gláku. Samanlagt höfðu þau áhrif að einstaklingar sem voru arfhreinir fyrir þeim báðum voru í 700-faldri aukni áhættu á að greinast með flögnunargláku borið saman við einstaklinga sem voru í lægsta áhættu hóp. Þetta voru mjög sláandi niðurstöður sem að juku mjög skilning manna á flögnunargláku og birtust þessar niðurstöður í tímaritinu Science árið 2007. Síðan þá hafa þessar niðurstöður verið staðfestar í mörgum rannsóknum, bæði á einstaklingum á evrópskum uppruna og í Asíubúum og Afríkubúum. Í framhaldi af þessu einbeittum við okkur að rannsaka þann hóp glákusjúklinga sem var greindur með almenna gleiðhorfnagláku, ekki með flögnunargláku, og með sömu aðferðum á áður og með stækkuðu úrtæki þá fundum við breytanleika á litningi 7 nálægt 2 genum sem kallast kaveólin 1 og 2 sem að tvöfaldaði áhættuna á almenni gleiðhorfnagláku í einstaklingum sem voru arfhreinir fyrir þeim breytanleika. Og líkt og áður þá staðfestum við þessar niðurstöður í erlendum einstaklingum, í þessu tilfelli bæði frá einstaklingum frá Svíþjóð, Bretlandi, Ástralíu og Kína. Það var enda mjög athyglisvert við þessar niðurstöður að breytanleikin mun sjaldgæfari í Kínverjum heldur en Evrópubúum, innan við 1% Kínverja eru með hann, en hins vegar voru áhrif hans þar mun sterkari. Í kínverskum einstaklingum sem voru arfhreinir fyrir breytanleikan, þá var áhættan yfir 10-föld á að greinast við almenna gleiðhorfnagláku borið saman við einstaklingar sem voru ekki með variantin. Þessir variantar í LOXL1 og í kaveólin 1 genunum sem við fundum voru fyrstu algengu breytanleikarnir í erfðamenginu sem fundust sem tengjast áhrifum og aukinni áhættu á gláku. Síðan þá hafa fundist í kringum 10 aðrir algengi breytanleikar vítt og dreift erfðamengi sem tengjast aukinni áhættu á gláku og höfum við tekið þátt í sumum af þeim rannsóknum. Það er enda svo að þessir variantar sem að fundist hafa þeir útskýra samanlagt reyndar ekki nema tiltölulega lítinn hluta af erfðaþættinum í gláku. Þannig að það má búast við því að áframhaldandi rannsóknir á gláku munu finna fleiri erfðabreytileika sem tengjast áhættuna á þessum sjúkdómi.